20 milljónir króna sem voru í hraðbanka sem stolið var fyrr í vikunni eru enn ófundnar. Þetta sennilega annað stærsta peningarán Íslandssögunnar. 2 sitja í gæsluvarðhaldi en að minnstakosti 1 til viðbótar er talinn tengjast málinu. Líkur á að forsetar Rússlands og Úkraínu hittist til að ræða frið fara minnkandi. Forseti Bandaríkjanna hefur á ný gefið Rússum frest til að sýna vilja til friðar. Bændur við Hvítá kannast ekki við hlaup úr Hafrafellslóni fyrir aldamót. Lónið var til vegna þess hve jökullinn hefur hopað og ekki vitað hversu lengi það veldur búsifjum. Menningarnótt nær hápunkti í kvöld með flugeldasýningu sem hefst klukkustund fyrr en síðustu ár. Ríflega 17.000 manns reimuðu á sig hlaupaskóna og margmenni var í miðborginni. Gott kvöld. Rannsókn á þjófnaði á hraðbanka fyrir vikunni mjög viðamikil að sögn lögreglu. 2 sitja í gæsluvarðhaldi vegna málsins en samkvæmt heimildum fréttastofu talið að minnstakosti 1 til viðbótar tengist í. Eftir því sem fréttastofa kemst næst ránsfengurinn enn ófundinn 20 milljónir króna. Hraðbankanum var stolið úr útibúi Íslandsbanka í Mosfellsbæ aðfaranótt þriðjudags. Þetta er sennilega annað stærsta peningarán Íslandssögunnar en 20 milljónir voru í bankanum sem var skóplað út úr byggingunni með gröfu en leið skemmdist staðsetningabúnaður bankans. Maður og kona voru úrskurðuð í vikulangt gæsluvarðhald vegna málsins í gær. Einhver tengsl eru á milli þeirra en þau eru ekki par. Áður hafði héraðsdómur hafnað gæsluvarðhaldskröfu yfir manninum. Lögregla lagði hins vegar fram ný gögn í málinu sem varð til þess að Landsréttur staðfesti gæsluvarðhaldi yfir honum. Lögregla vill ekki gefa upplýsingar hvað leiddi til þess að fólkið var handtekið en segir rannsókn miða vel. Þetta er viðamikil rannsókn, gríðarlega mikið af gögnum og rannsóknin er á viðkomnu stigi. Hjördís vill ekki tjá sig hvort fleiri liggi undir grun en heimildir fréttastofu herma að 3. mannsins sé leitað í tengslum við ránið. Þó ekki liggi fyrir hvort lögregla þekki á honum deili. Lögregla vill ekki gefa upp hvort peningarnir eða hluti þeirra hafi fundist en samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir enn ófundnir. Daginn sem bankanum var stolið var farið inn á 2 heimili við rannsókn málsins, meðal annars á heimili Stefáns Blackburns sem á langan brotaferil að baki. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því í mars grunaður aðild að andláti manns á 70-aldri. Af hverju er þarna leita hjá manni sem situr í gæsluvarðhaldi? Vegna upplýsinga sem við fengum. Er hann talinn tengjast þessu máli eitthvað? Við höfum ekki upplýsingur það, nei. Alvarlegt slys varð á rallycross-brautinni í Hafnarfirði rétt fyrir klukkan 3 í dag. Bíll sem var í keppni fór út af brautinni og valt á 2 starfsmenn sem stóðu þar hjá. 3 sjúkrabílar voru sendir á staðinn og þau slösuðu flutt á brott að sögn lögreglu. Ökumaðurinn er talinn hafa sloppið án alvarlegra meiðsla. Forseti Bandaríkjanna gefur Rússum 2 vikur til að sýna vilja frið í Úkraínu áður en hann tekur ákvörðun framhaldið. Forseti Rússlands telur hins vegar að samskipti við Bandaríkin hafi batnað með tilkomu Donalds Trump. Ólíklegt er að forsetar Rússlands og Úkraínu fundi í bráð. Rétt rúm vika nú liðin frá leiðtogafundi Donalds Trump Bandaríkjaforseta og Vladimírs Putin forseta Rússlands í Alaska. Á mánudag sagði Trump að Putin og Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu hefðu samþykkt að hittast. Utanríkisráðherra Rússlands hefur hins vegar sagt að ekkert slíkt sé í undirbúningi og á blaðamannafundi í gær var Trump ekki heldur jafn bjartsýnn. I'm not happy about anything about that war. Nothing. Not happy at all. We'll see what happens. I think over the next 2 weeks we're going to find out which way it's going to go. And that's whether or not it's massive sanctions or massive tariffs or both. Or do we do nothing and say it's your fight? Seinni kosturinn yrði væntanlega Putin að skapi og hann tjáði sig stöðuna í Úkraínu og sambandið við Bandaríkin í gærkvöld sem hann sagði að hefði verið slæmt í gegnum tíðina. Ну вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце туннеля он все-таки замаячил. Hann sagði að það væri ekki Rússa að taka næstu skref í að bæta sambandið við Bandaríkin.
И Соединенные Штаты тоже не связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока. Поэтому именно от rukovodstva Соединенных Штатов сейчас зависят следующие шаги. Trump hefur áður gefið Rússlandi fresti til að sýna friðarvilja án þess að nein sérstök merki hafi verið slíkt hjá Rússum. Í gær gullu meðal annars loftvarnarflautur í Kýv meðan Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, var þar í heimsókn. Forseti Úkraínu heldur hins vegar áfram að hvetja sitt fólk. Í dag tók hann þátt í hátíðahöldum í tilefni af degi úkraínska þjóðfánans. І цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор. Вони бережуть його, бо знають, ми свою землю не подаруємо окупанту. Hingað heim. Hvítá í Borgarfirði gruggug og úfin vegna hlaups úr Hafrafellslóni. Stutt síðan lónið myndaðist og ekki vita hversu lengi bændur mega eiga von á flóðum í ánni. Hafrafellslón við vesturjaðar Langjökuls. Lónið ungt. Það hefur verið að myndast frá því aldamót vegna þess hver Langjökull hefur hopað. Bændur kannast ekki við hlaup fyrir þann tíma. Ég man ekkert eftir því að var alast upp, auðvitað óx stundum í ánni. En ég held það bara verið einhver bráðnun, ekki endilega hafi verið einhvern lón sem að rofnaði. Ég eiginlega vissi nú ekki að þessu fyrir 2020 þegar þetta var veruleg svona drulla sem varð eftir. Í skýrslu sérfræðinga Veðurstofunnar sem var gerð eftir hlaupið 2020 segir að ísinn sem liggið að lóninu sunnanverðu hafi þynnst að jafnaði 3 metra árlega. Hætta sé á fleiri hlaupum úr lóninu á komandi árum. Hlaupin geta ógnað mannvirkjum á borðið brúnna fyrir ofan Húsafell, skemmt tún og akra og haft áhrif á veiði í ánni. Hvort að bleikjan á eitthvað erfitt uppdráttar út af þessu núna, hún eitthvað að minnka eins mikið í ánni. Var töluvert bleiki við áður. Óvíst hver þróunin verður, en þó má búast við því að lónið hætti að lokum að valda búsifjum við bakka Hvítár þegar jökullinn hefur hopað af svæðinu. Léttlindi og þolinmæði hefur einkennt vegfarendur við lokunarpósta við Jökulsá og Fjöllum. Stjórnandi umferðar telur gott veður síðustu daga hafa skipt sköpum í framkvæmdum við brúna. Þetta nú bara venjubundið viðhald. Það verið að sandblása og mála vírana og burðavirkið, þannig að við erum bara, þetta venjubundið viðhald. Brúin hluti af hringveginum og tengir saman Norður- og Austurland. Meðan á viðgerðum stendur hefur hún verið lokuð en umferð hleypt á 4 sinnum á dag og opið á nóttunni. Það hefur gengið bara svo í legasögunana sko. Við vorum í gær vorum með 400 bíla og það tók 10 mínútur að hreinsa. Hilmar segir ferðamenn hafa nýtt tíman vel. Þeir hafi gengið svæðið, gert jógaæfingar, grillað, dansað og farið í leiki. Þeir ferðalangar sem Fréttastofa tók tali voru almennt jákvæðir, þrátt fyrir breytta ferðaáætlun og langa bið. Vissuð þið af þessari lokun? Já, þá glemtum bara að því aftur hvaða tíma það væri. Það var rétt búið að loka þegar við komum. No, we didn't know. We knew that there is a website where you can check when it is closed, but today, unfortunately, we didn't check. No, but we should have checked the Safe Travel app. Because it's there. Did it affect you in any way? Yeah, we're supposed to make a bunch of detours along the way and we may have to cut a few of them now. Bara frúin í Hamborg, hver maðurinn? Já. Við höfum verið að labba og skoða Jökulsá. Ég fór nú bara aftur í hús og lagði mig og fór að lesa. Hún veit ekki hafa til matandrei, ég var að vona að vera eitthvað að borða. Stemt á verklokum miðja næstu viku en ferðalangar helgarinnar þurfa þó ekki að örvænta. Helgin laus og brúin opin alla helgina. Við lokum ekki eftir fyrir 8 mánudagsmorgun. Alltaf 3000 fermetra viðbygging verður reist við Þjóðleikhúsið til að hýsa sýninga og æfingarými. Stemt að því að nýja byggingin verði tekin í notkun 2030 á 80 ára afmæli Þjóðleikhúsins. Áætlaður kostnaður 2 milljarðar króna. Þetta risastórt skref, ekki síst vegna þess að Þjóðleikhúsið var opnað fyrir 75 árum en það hefur háð og hamlað vexti Þjóðleikhúsins að hafa ekki fjölbreyttari sýningarými, betri æfingaraðstöðu, betri búningageymslur, leikmyndageymslur og annað slíkt. Þannig að það má segja að þetta sé tímabært hjá þjóð sem hefur
þrefaldasta íbúatölu síðan að þetta hús var byggt. Meira af menningu. Lúðrasveitarbardagi, Bastian bæjarfógeti og sprengjuleitarhundar voru meðal þess sem fólk gat barið augum á menningarnótt í dag. Margt var í bænum þrátt fyrir svolítið rysjótt veður. Ríflega 17.000 hlauparar byrjuðu daginn snemma. Sumir tóku sér smá hlé frá hlaupum og hvöttu aðra til dáða, allt í þágu góðra málefna. Við erum að halda áfram að berjast fyrir réttindum jaðarsettra í samfélaginu og núna er minningarsjóður Lofts Gunnarssonar og félagarnir hérna, vinir og fjölskylda Lofts, að safna fyrir nýju konukoti. Og þá kom að formlegri setningu menningarnætur og borgarstjóri naut þar liðsinnis bæjarfógeta úr allt öðru bæjarfélagi, sjálfum Bastian úr Kardimámubæ. Fleiri personur úr þjóðleikhúsinu skemmtu fólki. Og menningarnætur kakan sló ekki síður í gegn. Hvernig er kakan? Góð. Hvernig finnst þér kakan? Góð. Áhugasamir störf lögreglu og sérsveitar nutu góðs af í dag, því þar mátti skoða helstu tæki og tól. Ég sá hann lása löggu á lappinn niður í bæ. Þar glottandi hann gekk að mér og glaður sagði hæ. Ég hrökk í kút var hljóður, því hrifning mín var slík. Hann líklega er í léttlindasta löggi. Og er hann ekki sætur? Já. Það blésaðins á fólk og ringdi, en smiðir framtíðarinnar létu það lítið á sig fá. Ég er að byggja bát. Og er það ekkert mál? Nei. Hvernig gerur það? Með nöglum, hamari og sög. Þá var hart barist í árlegum lúðrasveitabardaga. Dómnefndin lét fara vel sig, enda eru reglurnar í keppninni einfaldar. Það er mútur, frændhygli og prettir sem gilda. Og þá víkur sögunin í miðborg Reykjavíkur þar sem Sigurður Þorri Gunnarsson hefur komið sér fyrir við sviðið við Arnarhól. Siggi, það verður mikið dýrðir í miðborginni í kvöld, er það ekki? Jú, það verður mikið dýrðir hérna hjá okkur og veðrið í augnablikinu. Það er engin rigning. Við erum stödd hérna baksviðs á Arnarhóli á stóra sviðinu þar sem að tónaflóð fer fram í kvöld og verður sendt beint út í sjónvarpinu og á Rás 2 að venju og það verður nóg að vera hjá okkur í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 7 og þá er það sigurvegarar músíktilrauna sem að hefja tónleikana. Það er hljómsveitin Geðbrigði, svo er það K. Óla, Elín Hall, sigurvegarar söngvakeppninnar Vibe koma líka fram og svo er það Retro Steffson sem er að vakna úr dvala þessa myndir og munu koma fram hér í kvöld og svo er það MC Gauti sem að klára tónleikana rétt fyrir klukkan 10 í kvöld en þá er það flugeldasýningin og hún er sem sagt klukkutíma fyrr á ferðinni í ár, flugeldasýningin eins og öll dagskráin og hún er sem sagt klukkan 10 í kvöld. Þannig að já, okkur er ekkert að vanbúnaði hér, stemmingin verður vonandi góð, vonandi hangir hann þurr og vonandi verður bara Arnarhóll smekkfullur af fallegu fólki í bleiku. Já, það verður spennandi að fylgjast með því í kvöld, en við höfum ekki sagt skilið við menninguna, bregðum okkur vestur í Borgarnes. Við erum bæði alþýðufólk, segir skáldið sem í dag hlaut ljóðaverðlaun kennd við Guðmund Böðvarsson. Hún segir margt líkt með sér og skáldinu sem sólin kyssti. Það er náttúrulega alltaf og gaman að fá verðlaun. Það bara breytist ekkert með aldrinum einu sinni. Linda Vilhjálmsdóttir hlaut ljóðaverðlaun Guðmundar Böðvarssonar í Reykholtskirkju í dag. Freyjukórinn hlaut við sama tækifæri borgfirsku menningarverðlaunin. Það er okkar skáldkonum í kórnum að þakka að við erum að fá þessu verðlaun. Ég held að megi segja það. Því að við eigum hérna konur sem að yrkja, eru kvæðakonur og vísnakonur og skáld
Verðlaunin eru veitt í 12. sinn en saga þeirra teygir sig aftur til 1974 þegar Búnaðarsamtök Vesturlands, Samband borgfiskra kvenna, Rithöfundasamband Íslands og Ungmennasamband Borgarfjarðar stofnuðu minningarsjóð Guðmundar Böðvarssonar og Ingibjargar Sigurðardóttur á Kirkjubóli. Því að ég hugsa að við séum allar aldar upp við það að hann er okkar skáld Guðmundur Böðvarsson. Ég held að sé ekki borgfirsk manneskja sem ekki þekkir hann og ljóðin hans. Linda hafði ekki varið jafn miklum tíma með ljóðum Guðmundar. Og ljóðin hans höfða mikið til mín. Ég er alveg hissa og ég skulle ekki hafa lesið mikið af þeim áður því að mjög margt líkt með okkur. Hún bendir á að bæði séu þau alþýðu fólk. Hann var bóndi og Linda sé sjúkraliði í grunninn. Ég held að við stöndum erum bæði tiltölulega jarðbundin á þann hátt. Já, menningin er á ýmsu tagi. Tilþrifamikilli árlegri heimsmeistarakeppni í lúftgítar lauk í Oulu í Finnlandi í gærkvöldi. Í fyrsta sinn í aldarfjórðung var sigurvegari keppninnar heimamaður. Keppnin hefur verið haldið árlega síðan 1996. Þetta árið voru keppendur frá 13 löndum. Úrslitakvöldið fór fram í gærkvöldi þar sem 16 manns kepptu sigurinn og þar var allt lagt í sölurnar. Að loknu úrslitakvöldinu voru 2 jafnir, Angus frá Finnlandi og Sudo Chan frá Japan. Að loknu sérstöku einvígi þeirra á milli var það Finnin sem stóð uppi sem sigurvegari og fékk að launum alvöru finnskan gítar sem kallast Finnin fljúandi. Hann er sá fyrsti frá Finnlandi í 25 ár til að vinna keppnina. Yfirlýstur tilgangur hennar er að stuðla að heimsfriði og gleðin sem var þarna við völd hefur örugglega ekki spillt fyrir honum. Já, nú ætlar Óli Þór Árnason að segja okkur fréttir af veðri. Komið sæl, það hefur verið hlýtt fyrir norðan og austan í dag og hiti komst í tæpar 24 gráður í Fnjóskadal og 23 í Eyjafirði. Þannig að það hefur verið býsna hlýtt fyrir norðan eða norðaustan og austan þá sérstaklega. En við sjáum hér lægðina hér við Grænland sem hefur gefið okkur þessa úrkomu hér á suðvesturhorninu eða sunnan og vestanlands meira og minna í dag. Og svo hérna sunnan við þá sjáum við leifarnar af fellibylnum Erin. Þetta er nú orðin bara myndarleg lægð í dag og hefur áhrif hér á landi á mánudag og þriðjudag sérstaklega. En þó verður þetta nú ekkert sérstaklega mikið og hún kemur lítið nær heldur en þetta hér sýnt. Þannig að en við skulum þá líta á hitasviði næst og við sjáum að við liggjum inn í mjög hlýjum loftmassa. Hæðin hér austur á Færeyjum og svo þessar lægðir 2. Það eru þær sem að draga hlýja lofti til okkar. Og við verðum áfram inn í hlýjum loftmassa eitthvað fram eftir vikunni þó virkilega róist nú veðrið töluvert þegar áhrifa hennar Erinnar fer að ljúka svona miðja viku. En þróunin í kvöld og nótt og í fyrramálið að það er svona suðaustan og austan strekkingur hér með suðurströndinni sérstaklega og það er svona svolítið úrkomu svona skuggi sem við köllum það þegar það er eiginlega engin úrkoma eins og á höfuðborgarsvæðinu eitthvað fram eftir kvöldi. En svo fer nú að bæta í úrkomuna, en svo styttir upp þegar líður á nóttina og þegar hér er komið sögum hádegi á morgun að þá er næsti úrkomubakki að koma hérna upp að Suðurlandinu og fara að rigna hérna syðst en ennþá þurrt annar staðar. Þannig að tölurnar, hádegistölunar eru þá eitthvað þessu líkar, svona fer að nálgast 20 gráðunar hér á norðaustur og austurlandi og gæti farið í 22-23 gráður þar sem hlýjast verður á morgun en annars verður þetta svona 12-14 upp í 16-18 stig. En svo verður eins og áður sagði svolítið meiri úrkoma þegar að líður á morgundaginn. Ef við lítum síðan á þróuna þá þegar að þar sjáum hvernig þetta fer yfir landi, það rignir í
öllum landslutum þó að vissulega verði nú minnsta úrkoman á Norður- og Austurlandi en þó verður einhver úrkoma áfram. Þegar við komum hér fram á hádegi á mánudag þá farið að hvessa hér allra syðst og tölurnar þá á þessa leið svona 15, upp í 15-16 gráður hér á norðausturhorninu en svona 12 til 15 gráður annar staðar og einhver svona smá væta af og til hér syðst. Og svo ef við horfum á þetta yfir til þriðjudags að þá svona keimlíkt, það svona heldur að bæti í vindin hér með suðaustur og suðausturöndinni og svo bæti dálítið úrkomuna á suðausturlandi þegar líður á. En fyrir norðan verður bara hlýtt svona strekkingsvindur og hið ágætasta veður. En við skulum hafa þetta ekki lengra í kvöld, verið þið sæl. Nú skulum við lítið yfir helstu íþróttafréttir. Vestri bikarmeistari karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á Val á Laugardalsvelli í gærkvöld. Þetta fyrsti titill í sögu félagsins og gleðin meðal Ísfirðinga ósvikin. Þetta var bara draumur, allt í gegn. Metþátttaka var í Reykjavíkurmaraþoninu í dag og aldrei hefur safnast jafn mikið til góðgerðarmála. Rússnesk hlaupakona í fríi setti brautarmet í kvennaflokki. Og við kíkjum á leiki dagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, ekki missa af íþróttafréttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 20 milljónir króna sem voru í hraðbanka sem stolið var fyrr í vikunni eru enn ófundnar. Þetta sennilega annað stærsta peningarán Íslandssögunnar. 2 sitja í gæsluvarðhaldi en að minnstakosti 1 til viðbótar talinn tengjast málinu. Líkur á að forseta Rússlands og Úkraínu hittist til að ræða frið í Úkraínu fara minnkandi. Forseti Bandaríkjanna hefur á ný gefið Rússum frest til að sýna vilja til friðar. Bændur við Hvítá kannast ekki við hlaup úr Hafrafellslóni fyrir aldamót. Lónið var til vegna þess hve jökullinn hefur hopað og ekki vitað hversu lengi það veldur búsifjum. Menningarnótt nær hápunkti í kvöld með flugeldasýningu sem hefst klukkustund fyrr en síðustu ár. Ríflega 17.000 manns reimuðu á sig hlaupaskóna og margmenni var í miðborginni. Fréttatíminn á enda. Við verðum næst á ferðinni í útvarpinu klukkan 10 og svo stöndum við vaktina í alla nótt á RÚV.is og í útvarpinu. Við kveðjum ykkur með myndum sem Arnór Fannar Rúnarsson tók af stemmingunni í borginni í dag. Verið sæl. Nú eru endurnar á tjörninni með rassmótor í böndum sterkt og stóra. Þær heita andfræðingar núna ekki verkfall vilja komast í B4. Á RÚV í kvöld. Tónaflóð á Menningarnótt 2025. Hátíðartónleikar Rásar 2 við Arnarhól í